tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og þá komið að síðasta viðmælda kvöldsins og það í körfunni og línuna komin hann Ingi Þór Steinþórsson, þjálfari Snæfell. Kontur heill og sæll? Já, bara svo sæll. Hvernig hefur það? Ég hef það bara ljómandi fínt. Já, ég verð nú að byrja að spyrja þig samt svona í byrjun viðtals að því við erum á Suðurland FM. Þú ert með ansi góð tengsl hérna á Suðurlandinu, eða ekki? Já. Það maður bæði ættmenni, kyn og sögu. Já, nákvæmlega. Það ólst svona partið út fyrir utan á, fyrir þá sem það ekki. Já, nákvæmlega. Það fór síðan. Já. Þannig að þú fengir svona smá körbalt uppeldi hérna eða fórstu bara annar staðar? Það fekk að kynast mölin aðeins. Já, nákvæmlega. Það er mjög gott að eiga það í uppbeldinu. Já, nákvæmlega. Ég beði tauga til Selfoss. Herðu, en þá kannski við byrjum aðeins á dómurastildunum. Þú ert náttúrulega að þjálfa 2 lið og ég kannski að byrja á dómunastild karla. Þið langar ekki að ljúka því snöggvast að svona með stöður? Nei. Hvernig hefur svona fundist byrjun tímabilsins? Svona deildin sjálf bara í heildina? Deildin hefur verið svolítið skriðin og liðið verið að vinna hvort annað og svona í gegn því sem svona menn heldur fyrir fram og svona breytingar verið á liðunum en þetta bara jafnt og skemmtilegt þannig að svona veitir ekki nákvæmlega hvernig liðið muni enda á að vera alltaf Káar aftur að breytast með innkomu Jóns og það eftir að vera meiri breytinga hjá liðum. Já. Hann Jón Arnór náttúrulega kann körfuknattleika aðeins, eða ekki? Já, hann áttur að koma með hann áttur að koma með sínu leikann inn og þeir eftir að nálgast aðlagast í. Ég er mjög spenntur að sjá hvernig það verður. Já, nákvæmlega. En það eru flott lið deildinni og menn eru bara að gera ágætlega. Já, segir sér kannski sjálft með hvernig deildin það voða lítill munur svona á liðunum þannig séð og ef maður bara horfir á liðið eins og hjá ykkur þó að Snæfell sé að byrja illa þá virðist þið vera nú ansi mikið inn í leikjunum orðið. Við höfum byrjað leikina eða alla leikina byrjað á vel og en svo svona fjara undan í þegar við fáum einhver smá svona mótróa og við meðum ekki einu sinni í vettun að grafa okkur upp úr hólu við ekki náðum því heima þetta mútið Skallagert þegar við komum 21. undir og náðum að komast yfir og töfum svo í 10 mínútu leik sem var mjög grátlegt en við höfum verið svona við í Keflavík vorum við yfir ykkur 9-10 stig og svo svona fjara undan því og í síðasta leika þá vorum við yfir til að byrja með það er svona við erum unga menn sem hafa ekki mikla reynslu í þessu og þeim fljótt að refsa fyrir mistökin sem þeir gera og það er svona þeirra og okkar að læra af því til þess að verða betri og vonandi ná við svona heilstiftu leikjum það er svona lengra líður á það við erum til dæmis að fara í D.O.A.-tellina á 50 daginn og það er enginn sem er að fara að þanga hvað til þetta að tapa, við erum að fara að þanga. Nákvæmlega. Myndur þú segja KR sé svona liði í deildin í dag sem liðin eru svona bara með ekstra pústu að það sé liði sem allir vilja vinna því að þetta eru náttúrulega eða ekki Íslandsmeistar og svona toppliði síðustu ára. Síðustu 30 ára og byrjuðu mótið gríðarlega vel og án líki leikmanna og þeir eru ekki búin að fullmóta sig og við erum ennþá að móta leirin sem hann er með höndunum þannig að þeir eru eftir að verða mjög sterkir og þeir á líður þá er það að verða ennþá sterkir og það er kannski liðir sem eru á toppnum með Stjarnan og Tindastóll þeir byrjuðu kannski ekki tímabilið það sérstætt eða svona eins og menn þeir gerðu heldur nauðsynlega breytingar allan með útlandíkin ég veit ekki hvað þjálfarbreytingin hafi verið nauðsynlega þetta Kosta hafi verið mjög fín þjálfari en allan að hans hugmyndir með erlenda leikmann og svona það pössuður raun og ekki í þessi leikmann passaði bara ekki í íslenska boltan en þessi strákur sem eru með núna hann er bara smíðaður hann guður snáð fyrir íslenska boltan því hann er ekki með neinar
hann ekki með eitthvað svakalan feril frábæran körfuboltaferil strákar. Þetta bara strákar sem að passa akkord í deildin hérna, en deildin í Evrópu, það hann ekki nógu stór, en eins og ég segi hann bara smíðar að guðsnáð inn í deildinu hérna og á eftir að eiga frábært tímabil. Já, nákvæmlega. Og já, svo stjarnan er virkilega vel mannað og svona já, ég það svona vantar kannski hjá þeim að hafa verið svolítið meira samferðandi en það ekki lítur að koma hjá þeim. Það hafa ekki verið eitthvað ofboðslega samferðandi, það verið jöfnuleikjum og kannski tapa eitthvað leikjum sem að menn held að þeir ætti að vinna og deildin bara svoleiðis. Já, nákvæmlega. En já, það nú ekki síður spennandi dómsdeild kvenna, hún er alveg hrikalega jöfn þetta árið. Já, það bara það er jákvætt. Það er jákvætt að það sé þannig og vonandi bara færa meira athygli fyrir vikið og stelpurnar fái svona meiri búst og leggja bara ennþá meira á sig og verði svona fyrir vikið bara betri í korfu. Þegar leikið sem fyrirfram ættu að vera auðvöldir það er ekkert auðvöld og við og við höfum spáð titlinum í vetur, þá hefur við ekkert verið að spila liða best. Keflvíkingar hafa verið að spila liða best og þetta sé engin ósammála því og það er bara mjög jákvætt. Þetta er nú bara fyrir okkur til þess að laga og sækja á. Þessi deild er nú svolítið smíðið þannig að með hvernig svona staðan er í dag og hvernig leikilin eru búin að fara, maður þorir ekkert að fara á lengjan og tippa þar sko. Ég held að sé að fá verið í því. Nei, vonandi sem flestir að þippa á lengin en þú ert ekkert þetta er svona eins og hann sagði í myndinu góðu, þetta er eins og life is like a box of chocolate, you never know what you can get. Þetta er bara en ég held að þetta fara að mótast svona kannski eftir ára, móta þá fyrir kannski að koma með þetta landsleikjarlið til dæmis núna fór misjöfnlega í liðin og það eru 2 leikir eftir og þetta er það má lítið út að bera til þess að þú bara hreinlega dettur út úr úrslitakeppninni og ég er svo spennan verði mikil að sjá hvaða lið muni enda á topp 4 og eins og segja, það má ekki mikið bera út af til þess að illa fari. Nei, nákvæmlega. En já, nú eru ferðalögin ykkar, þetta er ofta á virkum dögum og fleira og svolítið mikið ferðalög. Eru stelpurna þínar bara svona vanir þessu? Já, alltaf það stelpur sem eru uppáldar hér, þeim finnst þetta ekki langt og mér finnst þetta ekki langt. Mér fannst þetta langt þegar ég var hinum með borðið. Já. En ég skýst bara í bæinn til þess að mér vantar mjólk. Já, okkur. Nú er þetta bara að skreppa. Já, ég er svo leiðis. Þetta tekur allt sinn tíma og allt það, en það er bara spilning hvernig maður nýtir ferðalagið og allir útileikir frá okkur náttúrulega töluverður undirbúningur og allt það og mér finnst okkur finnst það ekkert stórmál. Við náttúrulega erum með helminginn á liðin í Reykjavík, þannig að fyrir okkur er helmingurinn að ferðast og annar ekki, þannig að það er langt í Stykkishólm þegar fólk er að sækja hólminn. Það er bara kostur, það er bara kostur okkur. Nákvæmlega. Og það var svona, tæft að það yrði fyrst til kvenna, en það eru 5 lið þar. Þetta er þetta ekki eitthvað sem maður á að hafa áhyggjur af jafnvel að fá liðum? Þetta er búið að vera alveg magnað og það er náttúrulega sama hvað, ef það kemur nýtt lið þá dettur annað út og þetta er vonandi verður breyting á þessu og það náðust að vera með 2 áttalega deildir. Það væri náttúrulega að besta og brottfall stúlna á þessum aldri er náttúrulega eitthvað sem að sjálfsögðu þarf að skoða því að ég hafa nú heyrt bara hjá þér að Hildi segja það að stelpur þurfa svona að hafa meira fyrir hlutunum heldur en strákar og ég held það sé bara nokkuð rétt hjá henni að það er svona að sitja námið og vinna og annað svona frekar fyrir sig og leggja korfandi hlýðar heldur en strákar og brottfallið er náttúrulega
smitta af því. En við Sunnlendingar, við eigum að skammast okkur svolítið núna, það er ekki meistaraflokkur frá okkur neins staðar hérna á Suðurlandinu. Nei, en það er miður. Það er alltaf sérmennandi að heimsækja landlag og félaga í fyrstikistuna og hérna ég sakna þess að það sé ekki hvernig leið þar. Nei. En svona er bara en svona er þetta og hérna vonandi hérna náðar nú að safna aftur liði og þannig það er leikmenn hér og þar. Já, nákvæmlega, og já, við eigum framtíðina hérna allan á Suðurlandi svona í kvennakörfu og flúðum og fleirum stöðum. Já, engin spurning. Það er bara að halda áfram og láta hérna ekki svona draga úr sér að þetta út, heldur bara að safna við liði og byrja það bara í fyrstu deild. Já, svona eins og Snæfell gerir hérna. Það byrjaði með svona kjarnanstelpur sem voru að koma upp að fengur tækifæri í fyrstu deild og fengur reynslu til fyrstu deild og svo gekk það bara vel upp og það er vinnur sem sæti og þetta svona hefst með því ef það er kjarni í félaginu að þá er auðveldur að hlaða von á hann og hérna og þannig verður bara hlutin að virka þannig að það er bara markmið að búa til þennan kjarna svona líkt eins og við erum að gera í meistaraflokk karla hérna, núna erum við í kynslóðaskipti og það eru ungi menn sem ætla að taka hérna í keflinu og þeir ætla að mynda þennan kjarna sem við ætlum að byggja á framtíðinni. Já, nákvæmlega. En já, það má segja samt að það er svona flestöll lið eru að byggja vel upp, flestöll meistaraflokkar og þannig að það er kannski ekki eins mikil á svona, maður á ekki verið að hræddur við það liðin hverfi. Nei, fullt af krökkum í korfu þetta er og hérna bæði þjálfarar og foreldrar allir að styðja alveg frábærlega við baki á börnunum sínum og það má aldrei gleyma því að það þarf alltaf stuðning til þess að geta æft og sótt allar þess æfingar og leiki og það er alltaf getur krakkarnir ekki gert þegar maður höfðu öfluga foreldrar að bakka sig og stjórnarmenn í bæði unglingaráðum og meistaraflokki og þess að fólki er aldrei nógu vel þakka fyrir þeirra störð þannig að á meðan þetta fólk er tilbúið að gefa sig í þetta sjálfbóðastarf að þá rúlar þetta vel og þannig að hérna maður vona að það halda áfram. Nákvæmlega. En svona lokinnáðurinn slepptir, það eru, já, svona, já, hvernig leist þér á dráttinn hjá okkur Íslendingum fyrir Eurobasketið í Finnlandi? Já, maður er svo sem maður var svona búin að fyrirfram eitthvað aðeins að reyna vona þess að fá einhvern önnur lið en svona þegar maður eftir á higgja þá er maður bara kannski fegin að hafa ekki dreigist á móti sömu liðunum og síðast en þess að fyrstu strákar það er náttúrulega tækifæri að fá að spila móti svona góðum leikmennum og hafa að spila móti einhverjum ekki bara sama leikmennunum en mér finnst það að fara núna bara inn að riðil og hérna með markmiðið það að vera eitt af topp 4 ekki bara fara til þess að vera með heldur að hérna sækja bara á topp 4 og komast til Tyrklands. Ég held að við eigum það góða stráka í korfu og við erum með flotta þjálfara og hafa vel haldið utan þetta þannig að ég held við séum ekkert að fara fram úr okkur ef við ætlum að þó sem við segjum að við ætlum að stefna á topp 4. Já, ok. Og það er svolítið kannski lúxusvandamál sem að körfuboltinn á í að stríða í dag að það er nú bara erfitt að velja hópinn. Það er svo mikið samkeppni. Já. Og það er náttúrulega ofboðslega jákvætt að staðan skuli vera svoleiðis af því að hérna það var einu sorglegt ef þetta var sjálfari. Það er bara eins og í bakvarðarstöðunum þá er bæði eigum við leikmenn sem eru með mikla reynslu og er ennþá á þarna svæðinu og svo eru ungi strákarnir að koma upp og enn yngri eins og Kári og Jón Axel og fleiri með fullt af strákum sem eru að koma upp og hérna það var til dæmis mjög ánægilegt að sjá hvernig Kristoffer Eikóks kom hérna inn í þessa keppni og hann gefur okkur svolítið nýja vitt og mér finnst þetta bara flott að sjá svona hvernig eldri yngri strákarnir eru að blanda saman og þetta verður mjög spennandi hérna keppni, það er ekki spurning. Já, nákvæmlega. Það er kannski spilar inni líka bara árangurinn, það eru yngri landsliðin okkar? Já, það er búið náttúrulega
ég náttúrulega búin að vera kring þau síðan 99 og og það bara forréttindi að fá að vera með því, skemmtilegt verkefni alltaf og þar einhver síðar eru líka forréttindir með ofboðslega metnað á baka hver krakka og þetta hefst ekkert það er svona eins og þegar Eurobasket var í fyrra að fannst öllum svona eitthvað þegar eiga pínu þátt í þessu alveg sama hvað það voru og það bara alveg hárrétt, það eru margir sem koma af hverju leikmenni og þegar árangur svona poppar upp að þá bara er það alveg hárrétt að það eru fjandi margir sem eiga þátt í leið þessar leikmanna og meiri háttar fyrir stráka að hafa farið í gegnum metnaðarfullt prógram yngjarnarslega og fá svo að vera með á stóra sviðinu. Það er bara frábært og vonandi heldur það bara áfram. Af því að það er, við sjáum bara 20 ára liði fyrra, við sjáum 18 ára liði fyrra, við sjáum 18 ára liði kvenna í fyrra og svo víðri. Og við erum bara með fullt af krökkum sem eru tilbúin að æfa og sem betur fyrir þá er þjálfurinn að vera betri og svona metnaðarfyllri og það er alltaf handlar hún bæta sig, þannig að við erum bara bjartsýn maður. Nákvæmlega. Ingi Þór, þakkaði kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara bestu kveðjur og ætlum að óska ekki bara gleðilega jóla, við heyrum svo aftur á nýja árið, eða ekki? Jú, ekki spurning, það er bara að mæta öllin. Nákvæmlega, bestu þakkir. Ok, blessaður. Já, það er náttúrulega framundan, eru leikir í körfunni núna í vikunni og við byrjum bara í dómurasdeild kvenna. Það er leikir núna leikið núna á laugardaginn næsta klukkan 4:30, 3 leikir, Grindavík Valur, Keflavík Njarðvík og Stjarnan Snæfell. Svo laugardaginn og sunnudaginn er það Haukar Skallagrímur klukkan 6:45, hinir leikinu klukkan 4:30. Og já, staðan í deildinni þannig eftir fyrstu 11 umferðirnar eru Keflavík og Tottenham með 18 stig, Snæfell í öðru sæti með 16, Skallagrímur í þriðja með 14 stig, Njarðvík og Stjarnan í fjórða og fimmta með 10 stig, Valur í sjötta sæti með 8 stig, Grindavík og Haukar í 7. og 8. sæti með 6 stig, ríkala jafn deild og ekki síður í dómunarstild karla. Næstu leiki þar eru núna á fimmtudaginn klukkan 6:45, þá eru 3 leikir, Grindavík Tindastóll, KR Snæfell og IR Njarðvík og svo föstudaginn klukkan 6:45 Þór Akureyri Keflavík og Þór Þorlákshöfn Skallagrímur. Og staðan í deildinni þannig að KR Tindastóll og Stjarnan eru á toppnum eftir fyrstu 9 umferðina með 14 stig og Grindavík í 4. sæti með 12 stig, Þór Akureyri í 5. sæti með 10 stig, svo kemur Njarðvík, Þór Þorlákshöfn, Haukar, Skallagrímur alveg frá 7. í 9. sæti með 8 stig, svo Keflavík og IR í 10. og 11. með 6 stig og Snæfell neðst með 0 stig. Svo eru leikir framöndan í fyrstdeild karla í körfunni. Það eru núna bara á fimmtudaginn með minnir fyrst næstu leikir eða getur vel verið eins og rugleikur. Það er á föstudaginn klukkan 6 Fjölnir Valur og svo klukkan 6:45 Hamar Vestri IA Höttur og svo sunnudaginn er FSU Ármann klukkan 6:45. Staðan þar er þannig að Höttur og Tottenham með 20 stig eftir fyrstu 11 umferðirnar, Fjölnir í öðru sæti með 18, Blikar í 3. sæti með 16, Valur í 4. sæti með 12, Hamar og FSU í 5. og 7. sæti með 8 stig og svo kemur Vestri í 7. og Skagamenn í 8. með 6 stig og Ármann neðstir með 0 stig. Svo er Suðurlandslægur, maður að sjálfsögða benda á þann leik sem er að með minnir á föstudaginn klukkan 6:45 á Flúðum. Það er Hrunamenn Laugdæli Gnúberjar. Hrunamenn Laugdæli með fullt og stig eftir fyrstu 7 umferðir með 14 stig. Svo kemur Haukar B í öðru sæti með 12 stig, Njarðvík B og Leiknir Reykjavík í 3. og 4. með 10 stig, Gnúberjar í 5. sæti með 8 stig, svo kemur Reynir Sandgerði, KVF og Íþróttafélag Breiðholt í 7. til 8. sæti með 6 stig og Fjölnir B í 9. með 4 stig og KR B neðstir með 0 stig. En ég ætla að þakka ykkur fyrir hlustunum kvöld og við heyrumst næstkomandi mánudagskvöld. Njótið vikunar okkar með okkur á Suðurland FM í vikunni. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Fylgstu með á Facebook. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti